10-15, en já. Jæja, góði gestir, verið hjartanlega velkomin á málþingið Hvað er inngildandi háskólaumhverfi? Viðburðurinn er hluti af dagskrá Jafnréttisdaga háskólanna sem fer núna fram í 18. sinn. Markmið jafnréttisdaga er að skapa umræður jafnréttismál út frá ýmsum hliðum. En í ár var sjónum meðal annars beint að staðalímyndum og fordómum innan háskólasamfélagsins, félagslegum ójöfnuði, uppruna, rasisma, forréttindum, hatri og mismunun, fjölgun karla í hjúkrunarfræði og fötlunar- og hinseginfræðum, svo eitthvað sé nefnt. Á málþinginu í dag ætlum við að fjalla inngildingu í háskólum út frá ólíkum sjónarhornum, meðal annars út frá lýðræðislegu hlutverki háskóla, gildi akademísks samfélags, viðhorfi nemenda af nýrri námsleið fyrir fólk með fjölþættar stuðningsþarfir og reynslu hinsegin stúdenta. Einnig verður rætt áskoranir og tækifæri sem tengjast nemendum af erlendum uppruna og inngildingarverkefni opinberra háskóla. Ég heiti Katla Ósk Káradóttir, ég er laganemi hérna við skólann og er einnig fulltrúi stúdenta í jafnréttisráði og ég fæ að stýra þessum fundi í dag. Ég vil vekja athygli ykkar á því að fundinum er streymt í gegnum Zoom og YouTube og hann verður einnig tekinn upp og aðgengilegur inn á heimasíðu Jafnréttisdaga að fundi loknum. Málþingið er sett þannig upp að við verðum með 4 stutt innlegg en hvert innlegg verður það bil 10-15 mínútur og við munum hefja málþingið á erindi frá Sigurði Kristinssyni. Þar á eftir verða Líf Freyser og Lara Hoffmann með erindi og í lokin verður innlegg frá þeim Sigríði Guðmundsdóttur, Karínu Öldu Mikaelsdóttur og Katrínu Elvu Ásgeirsdóttur. Að því loknu munum við opna fyrir umræður og við vonumst eftir því að þátttakendur taki virkan þátt með að bera spurningar bæði hérna í sal og í streymi. En ég vil vekja athygli á því að það er einungis hægt að bera fram spurningar í gegnum Zoom en ekki í gegnum YouTube. Þá vil ég bjóða Sigurð Kristinsson að koma upp í pontu. Sigurður er með doktorsgráðu í heimspeki og er prófessor við félagsvísindadeild við HA. En rannsóknir Sigurðar hafa meðal annars snúið að samfélagslegu og lýðræðislegu hlutverki háskóla. Gjörðu svo vel, Sigurður. Glæsilegt. Komið sæl, gaman og heiður að fá að vera fyrstur að mælendaskrá hérna þegar rætt jafnréttismál og inngildingu sérstaklega. Ég mun sem sagt bara fara svona nokkuð almennum orðum hérna þessi mál svona til þess að búa til einhvers konar kannski ramma utan umræðuna þó að öllum sé frjálst að fara langt út fyrir þann ramma sjálfsögðu. Hérna þannig að ég ætla að tala inngildingu í tengslum við þá lýðræði og háskólasamfélag. Spurningarnar mínar hér eru þá, bara fyrst eins og heimspekingar og það er náttúrulega góðu fræðilegu siður að byrja að spyrja skilgreiningar. Hvað er inngilding? Og ég vek athygli á því að það er að skoða það sem samfélagslegt, menntunarlegt og lýðræðislegt fyrirbæri. Og hvert er þá lýðræðislegt mikilvæg inngildingar? Og þarna mun ég benda svona á það að það snýst ekki bara lýðræðislega stjórnarhætti og ákvarðanir, heldur líka viðhorf og menningu og að lokum mun ég ræða svolítið niðurstöður, ákveðnar niðurstöður úr rannsóknum okkar á lýðræðishlutverki háskóla og hvað háskólafólk hefur sagt í viðtölum þegar rætt hvert sé lýðræðislega hlutverkið og ég mun velta þessu fyrir mér í tengslu við hérna inngildingar umræðuna. Fyrst þá, hvað er inngilding? Inngildandi samfélag hefur verið skilgreint svona: An inclusive society is one that leaves no one behind, in which every individual has an active role to play. Þetta er þá inngildandi samfélag. Inngildandi menntun hefur verið skilgreind svona: Inclusion is seen as a process of addressing and responding to the diversity of needs of all learners
through increasing participation in learning, cultures and communities and reducing exclusion within and from education. Og þetta náttúrulega nátengt hugtakinu skóli án aðgreiningar þegar að rætt þetta svona, en inngilding sem hugtak náttúrulega mun víðari heldur en hugtaki skóli án aðgreiningar. Og síðasta skilgreiningin sem ég dreg hérna fram kemur eiginlega úr heimi þá stjórnmála heimspekinnar, það sem Iris Marion Young skilgreinir inngildingu bara svona: the active and meaningful participation of all affected persons in decision-making processes, especially marginalized groups. Og þarna tengingi við lýðræði náttúrulega mjög greinileg. Og það sem þessar skilgreiningar eiga náttúrulega sammerkt það að það engin skilin eftir, allir sem málið varðar koma að samtalinu, ákvörðuninni, hönnuninni, ferlinu, hvað sem það sem við erum að ræða Lýðræði, hvað þá þetta lýðræði? Það oft talað lýðræði sem stjórnarhætti og stjórnskipulag að leið til ákvörðunar og svo framvegis. En eins og heimspekingurinn John Dewey benti á ferði svona margvísleg rök fyrir, þá stenst slíkt lýðræði sem stjórnskipulag ekki, allavega ekki til lengdar, nema í samfélagi þar sem lýðræði svolítið runnið fólki í merg og bein og lýðræðisleg viðhorf eru ríkjandi. Ólafur Páll Jónsson lýsti þessu einu sinni svona, ég ætla bara að lesa tilvitnunina, þar sem hann að ræða þessa kenningu Deweys, að lýðræði sem lífsmáti ekki bundið við afmörkuð svið tilverunar, svo sem formleg samskipti þar sem tekist á vald, heldur lýðræði samveruháttur sem tekur til allra sviða lífsins. Það þarf svo má segja að renna mann í merg og bein, því annars getur það ekki verið ráðandi það hvaða augum menn líta samborgara sína, hvernig menn nálgast aðra þegar leiðir skerast og hvernig menn bregðast við ágreiningi og breytileika. Lýðræði í þessum skilningi verður að birtast í ómeðvituðum viðbrögðum og viðhorfum, ekki síður en í viðbrögðum sem eru meðvituð og jafnvel stofnanaböndin. Þetta finnst mér alveg þess virði að íhuga, hvernig bregðumst við ómeðvitað við hvert öðru. Það fer eftir því hvað við höfum vanið okkur á, í hvers konar menningu við höfum mótast og hvers konar menningu við lifum í. Það fer að hluta til eftir því hvernig við viljum móta og hjálpa til við að þróa og bera ábyrgð á okkar sameiginlegu menningu. Inngilding, henni hefur verið lýst sem augnabliki. Mér finnst þetta svolítið falleg sýn á inngilding. Eva Harðardóttir skrifaði þetta í skólafræði 2024. Mér hefur heyrst á máli þeirra sem hafa upplifað sig útilokuð að inngildingu sé oftast að finna í merkingabærum og mikilvægum augnablikum sem myndast þegar fólk gefur sér tíma til að tengjast, læra hvert af öðru og skapa sameiginlegan reynsluheim. Þannig að þarna sjáum við að inngilding, þú getur ekki fanga það sem einhverja stefnu eða fyrirkomulag. Þetta nátengt þessari hugmynd frá Dewey í raun og veru. Á endanum það hvernig við lifum og hvernig við upplifum tilveruna og leifum okkur að tengjast, sem að þetta snýst kannski á endanum Tengingi við lýðræðið, það eru margar tengingar og þær eru dálítið augljósar ef maður bara spyr spurningarinnar. Að inngilding eflir lýðræði á ýmsan hátt. Hún veitir öllum jafnan möguleika á lýðræðislegri þátttöku, óháð kyni, kynþætti, kynhneigð, fötlun, stéttastöðu og svo framvegis. Hún stuðlar að betri ákvörðunum og auknu lögmæti þeirra þegar það byggt á þátttöku sem breiðast hóps í samfélaginu. Hún ver réttindi minnihlutahópa sem ekki eru þá skildir eftir. Hún eykur samheldni og stöðuleika innan samfélagsins og stuðlar að gagnsæi og ábyrgð. Og allt eru þetta lykilatriði í því að lýðræði blómstri. Að háskólunum, eins og nefnt var hér í kynningunni, þá hef ég tekið þátt í rannsóknum á lýðræðishlutverki háskóla. Þarna eru 3 greinar sem hafa komið út úr því. Þar sem að í 2 þeirra ég í raun og veru að þróa svona módel lýðræðislegt gildi háskóla, og í 3. greininni þessari sem þarna efst, þá þetta módel notað til þess að greina viðtalsgögn við háskólakennara. Módelið byggist á því að skipta sem sagt lýðræðislegu gildi háskóla í ytra og innra gildi,
og ytra gildið skiptist þá í notagildi og annað sem þá ekki notagildi. Notagildið afleiðingar þá fyrir lýðræði. Háskólar hafa alls konar afleiðingar þeirra starf og spurningin svo hverjar af þessum afleiðingum eru jákvæð fyrir lýðræði. Og síðan annað sem ekki beinlínis afleiðingar heldur eitthvað svona annað gildi. Afleiðingarnar að þær felast í þekkingarsköpun, í mótun lýðræðis hæfni og menningar og í skuldbindingu við sannleikann. Þetta allt saman afleiðingar af starfi háskóla sem eru lykilatriði fyrir lýðræðið. Og hvað sögðu háskólakennarar þessa hluti? Þekkingarsköpun, þá höfðu þeir orð á gagnsemi þess fyrir lýðræðislegar ákvarðanir að skapa þekkingu og komin á framfæri. Og eins og einhver sagði þarna, ég held að lýðræði virki betur þegar fólk upplýst og þegar stjórnmálamenn upplýstir, það virki betur ef þekking sköpuð og henni komið á framfæri, að fólk viti betur þær ákvarðanir sem þarf að taka því til hagsbóta. Þetta allt saman mjög mikilvægt, en út frá inngildingu þá má spyrja sig hvaða þekking sköpuð? Hvar eru eyður í þekkingunni og hvað þykir þess virði að rannsaka og vita? Þegar teknar á ákvarðanir í gegnum stjórnmálin, þá eru teknar ákvarðanir í málum sem orðin á ákvarðanir efni og hvaðan kemur umræðan og hvaðan kemur þekkingin sem byggt þá á. Hlutverk háskóla að kalla sem flesta að borðinu og leyfa sem flest sjónarhorn, þannig að það verði sem minnstar eyður. Þannig að þarna inngildingin lykilatriði. Ef við höfum einsleitan og svona einsleitan háskóla sem svona bara kannski einhvers konar elítuháskóli, að þá hefur það áhrif á það hvaða þekkingu byggt á þegar teknar á ákvarðanir sem varða samfélagið allt. Mótun lýðræðishæfni og lýðræðismenningar, þarna var lögð áhersla á siðferðisvitund og gagnrýna hugsun mjög mikið í svörunum og að akademískt frelsi gerir háskólanum kleift að fá fólk til að horfa á hlutina frá víðara sjónarhorni. Og þarna tilvitnun í viðmælanda sem sagði að hlutverk háskólana sé að nemendur komi út með einhvers konar siðferðisvitund, séu færir að taka sína eigin ákvarðanir og svo framvegis en byggt á rannsóknum. Þarna út frá inngildingum má síðan spyrja sig, ef háskólasamfélagið sjálft einsleitt, þá getur líka þessi siðferðisvitund byggst á einhæfri og fátæklegri sýn á samfélagið. Hættan þá sú að fólk telji sig upplýst og skynsamt, en sé kannski með einhvers konar forréttinda blindu. Og það kannski, það vont að vera með forréttinda blindu, en ef hún blandast saman við það að setja sig á háan hest og efast ekki það að maður viti betur en aðrir, þá þetta orðið mjög svona hættuleg blanda. Og svo kemst fólk til áhrifa í þjóðfélaginu og telur sig vera upplýst, en það kannski ekki byggt á mjög breiðri sýn á samfélagið. Nú svo þessi skuldbinding við sannleikann, og við vitum nú við lifum í heimi sem stundum kallaður post-truth society, þessi búið að segja skil við sannleikann, þannig að hérna eru háskólar lykilatriði. En hérna myndi ég vilja vara við því að líta á sannleikann sem eitthvað, sannleikann með stóru S-i, að þú getur eitthvað höndlað eitthvað stóran sannleika. Sannleikurinn margþættur og smár í sniðum. Stundum sagt að hver og einn hafi sinn sannleika. Það svolítið villandi orðalag kannski vegna þess að sannleikurinn ekki afstæður beinlínis, en hins vegar eru sjónarhornin mörg. Hvenær veistu sannleikann súlur til dæmis? Hvenær ertu búin að ganga allar þúfur sem finnast á því stóra fjalli? Hvenær ertu búin að skoða súlur frá öllum mögulegum sjónarhornum? Þannig að hérna, svona út frá það til þekkingafræði sem heitir standpoint epistemology, sem leggur áherslu á þetta, að ef þú ætlar að fá ríka sýn á eitthvað fyrirbæri, þá þarft þú mörg sjónarhorn á það. Nú síðan það framlagsgildið og táknrænagildið. Framlagsgildið varðar menntun fagstétta og það náttúrulega mjög mikilvægt að inngilding sé við lýði í háskólanum. Segjum til dæmis bara með lögregluliðið að það endurspegli samsetningu samfélagsins. Þetta skiptir sköpum fyrir svona lögmæti og traust á lögreglunni. Bara svo eitt dæmi sé tekið, þetta á við alla fagstéttir. Og þarna talaði fólk líka akademíska afskiptasemi. Það að segja að skylda háskólafólks að láta í sér heyra þegar að því blöskrar einhvers konar villur í samfélagsumræðunni.
En eftir því sem akademiska samfélagið fjölbreyttara, þeim mun fleiri möguleikar eru á að meðlimir þess bendi á eyður og mistök í umræðunni. Nú síðan það þetta táknrænagildi, þarna var meðal annars tala háskólan sem ákveði fríríki og það að leyfa 100 blómum að spretta og umræðan sé frjáls og þetta að sjálfsögðu mjög mikið í anda inngildingar. Já, og þannig að kannski getum við hugsað háskólan sem fríríki og athvarf inngildingar og þá leið táknuð það hvert samfélagi heild ætti að stefna. Nú síðan að lokum að tala innra gildi háskóla sem birtingar mynd lýðræðis og það svo í raun, við getum alltaf spurt okkur að því hversu mikið lýðræði, hvernig iðkum við lýðræði innan háskólans og háskólasamfélagsins. Þegar rætt háskólasamfélagið að þá ég mjög hrifinn af höfundum sem leggja áherslu á það að þó við getum náttúrulega greint samfélag sem félagslegt fyrirbæri, þá verðum við líka að nota þetta hugtak sem í svona boðandi og sem svona hugsjón og spyrja okkur hvers konar háskólasamfélag það sem við viljum þróa og lifa í. Og út frá slíkum kenningum þá gjarnan talað að háskólasamfélagið ætti að einkennast af örlæti, gestrisni, hlustun og auðmýkt. Og þá getum við síðan borið það sama við það hvernig það í raun. Hversu nálægt eða fjarri slíkri hugsjón við og hverju þarf að breyta til að auka inngildingu. Þannig að það sem ég hef þá bara sagt hér til að draga það saman, inngilding snýr að samfélagi, snýr að menntun, snýr að lýðræði og lýðræði snýst ekki bara stjórnarhætti og ákvarðanir, heldur líka lífsmáta og viðhorf. Háskólar geta eflt lýðræði með áhrifum, framlagi og eigin starfsháttum og þarna gegnir inngilding lykilhlutverki og að háskólasamfélagið ætti að stjórnast af gildum sem styðja við inngildingu. Og þá bara þakka ég kærlega fyrir gott hljóð. Við þakkum Sigurði kærlega fyrir. Næsti pontu Lee Fraser. Lee holds a PhD in sociology from the University of Manitoba. Their research has focused on the experiences of trans and non-binary people, including within the school system. Lee has been active within the queer community, both in Canada and in Iceland, and sits on the board of ERGI. Thank you. Thank you. So, tragically, English is my only language, so that's what I'll be speaking to you. And through involvement with ERGI and the people who will show up to events like this, I wanted to talk about gender, sexuality, and the social context of discrimination. So, if you're here, it's likely because you know that LGBTQ people face discrimination, and hopefully because you're interested in ending that. And universities and schools are some of the places that we learn about the treatment that we'll have in the world, and that we begin to understand or critically think sometimes about the context in which our identities take place. So I want to talk about ideas of gender, ideas of sexuality, and where they come from in discrimination, and what the social context is of that in order to normalize and integrate ideas of how LGBTQ people are treated into an everyday part of how we interact with identity, rather than a specialized day or event. So ERGI, the name for our organization, is taken from a pretty old word that has connotations that are quite negative. And one of the things that makes it a good example of the type of social context that I'm talking about is because it mixes ideas of negative identity, negative behavior, as well as something that is counter to the gender it's directed at. So something that is less than manly, less than good, something that connotates someone who is not active or given their own identity per se,
and ideas of subservience, something that we often treat negatively in men but maybe expect in women or other genders. Now, when we see discrimination directed against LGBTQ people, often it is embedded in the way that we interact with gender and with sexuality. And often people who are part of a majority in that context have never thought about the ways that their identity are built up into the world that they live in. So common ideas of gender are that it is inherent, that it is attached to a binary sex, or that it is interchangeable or the same thing. And one of the things that I prefer to talk about in any courses where we critically think about our roles in the world or how people are studied or how knowledge is created is the fact that ideas of gender come from a labeling system. And one of the useful ways to think about this is also that there are places in the world and time periods where this has differed. So essentially, one of the common misconceptions that I see around how assignment of sex at birth is implemented is a lot of the students I've had in the past are under the impression that, for example, their chromosomes are tested when they're born. Now, at least where I'm from and in most places in the world, that's actually not the case. So sex assignment at birth is based on external genitalia. So it's based on eyesight and a doctor. And then as you move into bringing your baby into the world, we start to impose ideas of gender that use this binary to guide people on how they should treat the child and eventually on how that child should behave. So this presents personhood, especially in our early learning, as tied to a specific category. And especially because children enjoy categories and simplistic ideas of the world, this becomes one of the fundamental ways that they begin to interact with others. Now, this is not inherent necessarily in babies when they're born. They don't have ideas of gender, and neither is it inherent in how people would view them unless they are presented with ideas of gender. So psychology, for example, has studied how people interact with babies in a lab if they're told whether they're boys or girls. And if they're boys, they praise them for being strong. If they're girls, they praise them for being gentle, even if it is an identical baby. Now, as they move towards interacting with the world and growing up, we start to reward performances of gender and to punish transgression. Now, this is not something that affects only people who are minority genders, but also, for example, people who are intersex, whose bodies don't conform to gender binary expectations, and also within people who are not intersex. There is also a large number of cisgender people whose identity and physiology and practices don't necessarily conform to the expectations of the binary. Now, the idea behind this, the goal, is essentially to naturalize binary gender within society, and within that, specific ideas of masculine and feminine. While these can vary by country, it's still extremely common for people to have an idea of what is appropriate for one versus the other, and to enforce that, essentially turning what could be a natural look at the world into a very binary and separate black and white. So whenever you look at what we call a normal distribution, right here, there's overlap, there's variation within any population. And that's part of why I talk about cisgender or non-trans people, as well as trans and non-binary people in terms of gender. Because there is greater variation and similarities between than there is necessarily huge differences between those communities. But the presentation that we have in the world of having very distinct and separate communities artificially starts to impose this difference and then naturalizes and mandates it as part of legal documents. Now, common ideas of sexuality are also often based on a binary built on gender and the idea that there is a right and wrong way to express yourself or to feel about the world. So ideas that we like to embrace or that society mandates and puts forward are that sexuality is simple, immutable, so unchangeable, and ahistorical. So that is that it has always been the way that we see it as today. Now, it is also something that, as we study it, we realize is often changing over time, not just in people's conceptions of themselves,
but in ways that people may view, for example, sexuality as an identity, as part of who you are rather than behaviors that you practice, as it's been viewed sometimes in the past. So attraction is complex and diverse, and this is not unique in terms of sexuality, but rather that human nature is that we are complex and diverse in pretty much every area of life. And that presents us with a good way of looking at gender and sexuality when it is imposed as overly simplistic, as likely to be too simple of an explanation. So I usually like to tell people to be suspicious of concepts that are overly simplistic in terms of human nature, because there is so much variation and difference that it's incredibly unlikely that we would conform to certain ideas. And that being said as well, it's unlikely that we would have these uninfluenced by our social environment. So this means that the way that we grow up, the way that we're told things are, and the way that we see them in the world all form our ideas of what something actually is. Now, this means that we are not growing up in a vacuum with our ideas of what gender is and what attraction is, but rather that we pick it up from the people around us. And one of the important elements of this is also that if something is natural, it shouldn't have to be imposed and enforced. Now, gender connects very closely to heterosexuality as a popular idea of society, as that is necessary to progress in a certain way for social life, that it is normal and appropriate, and that all other sexualities are outside and inappropriate. And also that when we have non-normative practices stigmatized, and when we have identities such as being lesbian or gay or bisexual treated as other in ways not only of their sexual behavior, but as licentiousness or promiscuity, that we attach negative stigma to that identity and not only marginalize the people who are part of that group, but essentially are able to employ that as a larger threat to keep the members of the greater group in line. So that if you behave in any way that we see as outside of our gendered or sexuality norms, that then we can say that you have to conform to masculinity or femininity or heterosexuality, or risk being classed as part of this outgroup. Now, we also tend to see things in very black and white as a minority majority. And I like to use language like minoritized, which recognizes the construction of something as a minority. Because again, in practice, when we look at evidence and studies, there is greater variation among people than those who would consider a majority or minority argument might like to admit. So things don't tend to be as black and white, but in fact, there are people, for example, who are heterosexual, who would engage in behaviors that we might consider to be outside of that identity, or a great variation of behaviors within people who are gay or lesbian, that we might consider to be something that is more part of that normative path. So there's assumed a binary, both of gender, but also then of sexuality, and gender is also attached to this heterosexual identity in terms of opposites, of we have one gender that is attracted to the other, and that represents everything that one is not. So, when we build sexuality and gender into how we see the world, we tend to define those things as right or wrong, and then they become normative and compulsory. That is to say, that if you expect to have a normal life, this has to be part of it. Ordinary transgressions are ignored, essentially, unless that person is targeted. And what I mean by that is that the way that we see femininity and masculinity as binary expressions contradicts what most of us are aware of in our everyday lives. Most of us have friends or relatives or mothers, for example, who don't have an hourglass shape we might see with women, or we know a man who is short or slight or things like that. Now, when we are looking at what is rewarded and what is punished in a population, often those characteristics which are outside what we see as valuable are then attached to, say, sexual identity in a negative way. So normally occurring sexualities are attached to a failure of gender, or the idea is that if you fail to be heterosexual, you must fail to be properly a man or a woman, and also that if you fail to be properly a man or a woman, conversely, if you are, say, a masculine woman, you must then be lesbian. And this is something that
is used as a threat to position people's behaviors in line with society, but also directed against people on the basis of things that they don't necessarily have control over, things like height or weight. Now, this also affects the visibility of people within the community and expectations as well of who are included as LGBTQ, so there can be a negative effect as well. So for example, these are all photos of people, personal friends of mine or family, who are part of the queer community, but in some cases, for example, those who are more feminine in their expression have been actively excluded or ignored because of their what's seen as typical expression being inconsistent even within the queer community with ideas then of what can be outside of the norm in sexuality. So, social context and discrimination is something that I believe is much more important to our experiences of LGBTQ students in secondary and post-secondary schools than treating LGBTQ students as a group. So, challenging the normative idea of gender and sexuality helps us to recognize LGBTQ people as part of a spectrum of identities and expression, and also enables people who are within that expression but not within the community explicitly to express themselves fully as well. So LGBTQ students are often the visible aspect of transgressing gender and sexuality norms, and the environment, of course, that they face is not necessarily improving. And in fact, in Canada in particular, for my doctoral studies, I looked at aspects of how it may be worsening. Now, the diversity of all your students will be diminished by an environment which favors norms and standards that are black and white or too limited and minimal, and which attacks people for going outside of those norms. And of course, one of my greatest problems as being part of an evidence-based community is that if you teach binary sex and gender, you allow heteronormative ideas and normative ideas about gender to influence the environment, which should be based on evidence and observation, and those things include diversity. So it simply is not evidence-based to favor opinions that still center binary ideas of gender or limited ideas of sexuality that cast heterosexuality as the norm. Now, when you are also looking at spaces where people are in maybe their work environment, you're also looking at a place where if you are not allowing for the diversity that we have observed and the identities that we know exist in the world, then you are, in many countries like Iceland, violating people's human rights. And I find that because both sides of this argument are often presented as having equal weight, for example, that this is not treated as seriously as it really should be, in the sense that one of these sides has evidence on its side and is advocating for the reality of the world to be acknowledged, taught, and accepted, and the other is aiming to adhere to a more traditional or opinion-based view of the world, which is not only outdated, but is not consistent with the evidence that we have. So, my premise on LGBTQ discrimination in the world is that this is strongly integrated into society, and so our solutions have to be as well, and that efforts to change minds have to start with addressing the ways that normative ideas of gender and sexuality are integrated into our daily life. Thank you. I don't want to stop the screen share, but Yeah. Thank you so much. Næsti pontu er Lara Hoffmann. Hún er með doktorsgráðu í félagsfræði og starfar sem sérfræðingur. Nýdoktor við Háskóla Íslands og sérfræðingur við RHA. Gjörðu svo vel, Lara. Ja, jag heter som sagt Lara Hoffmann och ja, en sak Katla är búin að segja, ég starfar sem nýdoktor við Háskóla Íslands og sérfræðingur hjá RHA
Og í þessu erindi mun ég fjalla nemenda af erlendum uppruna í íslenska háskólasamfélaginu. Og ég byggi erindið á tveimur gagnasöfn. Annars vegar meginlegum gögnum sem safnað voru í verkefninu Inngilding í íslenska háskólasamfélagi og hins vegar í eiginlegum gögnum sem hluti af nýræðsverkefni mínu innan rannsóknarverkefnisins Sameinaður sundruð, menntun og félagsleg þátttaka flóttabarna og ungmenna á Íslandi. Ég sjálf frá Þýskalandi og var í doktorsnámi hér í félagsvísindum við Háskólann á Akureyri, þannig að tala líka frá mínu svona eigin reynslu einhverju leyti. En já, hvað háskólasamfélag? Háskólasamfélag samanstendur for öllum sem annarkvort starfa við háskólan eða stundar það nám. Það segja kennarunum, starfsfólki stjórnsýslu og nemendum. Så jeg håper nemender af erlendum uppruna einnig mjög fjölbreyttar. Hér skilgreiningar og nýrri skýrslu á vegum inngildingarverkefnisins opinbera háskóla. Þegar við erum að tala nemender af erlendum uppruna, þá tölum við nemender með erlendum bakgrunn, innflytjendur, alþjóðslega nemendur og skiptinema. Þannig að þau öll hafa þau mismunandi reynslu, bakgrunn og þarfir. Ég ætla að byrja aðeins að byrja að tala fyrsta verkefni sem þetta erindi byggja á, en það heitir Inngilding í íslensku háskólasamfélagi. Verkefni stendur yfir 2 ár, frá september 2024 til august 2026, og það samstarfsverkefni Háskóli Íslands, Háskólans á Akureyri, Háskólans á Hólum og Landbúnaðarháskóla Íslands, og ég stýri hóp sem leiðir verkefnis. Og verkefnis styrkt af menningar nýsköp á Háskólaráðuneytinu. Og megin markmið og hugmynda bakvið að þróa leiðir innan háskólasamfélagsins sem stuðla að auknið inngildingu nemenda með erlendum bakgrunn. Og verkefnisstjóri Johanna Martinkowska sem hérna á myndinni sem tók selfie sem við tókum, og hún einig ein af drifkröftum á bakvið jafnréttisdaga. Þannig að við höfum henni mikið að þakka líka að við getum hérna verið í dag. Þannig að hinn verkefni sem ég aðeins að nefna Sameinaður sundruð, menntun og félagsleg þátttaka flóttabarna og ungmenna á Íslandi, og það verkefni sem styrkt af Rannís með öndvegisstyrk. Ég bara í mjög góð hópur, og Hanna Ragnarsdóttir sem þá ljósæðis, hún verkefnisstjóri verkefnisins ásamt Magnús Bernhardssyni. Og þetta markmið verkefnisins að rannsaka með gagnrýnum hætti aðlögun sérlenska og íraska flóttabarna og ungmenna á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi. Og já, þannig að spurning hvernig hefur menntakerfis og félags- og menningarlegt umhverfi á Ísland studd við menntun og félagslega þátttaka flóttabarna og ungmenna. En ég búin að lítakóða þetta eitthvað, þannig að allt sem svona bleik á að vera inngildingarverkefni, og svo þegar kemur græn það þetta úr hinum verkefni sem sagt með eiginlegum gögnum. En já, í inngildingarverkefni þá var lagt fram könnun sem var svöruð af 320 nemenda af erlendum uppruna við ýmsum háskólum á Íslandi, og gagnasöfnin fór fram í janúar og februar 2025. Og það líka gott að nefna það einhverja takmarkanir sem gott að hafa í huga. Könnina byggir ekki á slembiúrtaki, þá var dreift á samfélagsmiðlum, og í sumum háskólum var þáttakan frekar lítið. En samt, þrátt fyrir, gefur svörin mjög gagnlega upplýsingar, nemenda segja frá mismunum, áskorunum tengdum andlegu heilbrigði, félagslega tungumála erfiðleikar, inngilding, óvissu fjárhag og dvalarleyfi, og einnig skorti á þjónustu. En já, helstu niðurstöður sem við getum að nemendur flest með niðurstöðum benda til að langflestir nemendur séu frekar ánægðir sem svöruðu þessi könnun með ýmsa grunnþætti í námi og lífinu. 80% svöruðu að þau ánægð með eigin námsframvindu, og 46 nemendur sagði að þau væri ánægð með húsnæði sitt, og auðvitað eins og koma okkur kannski ekki á óvart að nemendur á höfuðborgarsvæðinu voru óánægð með húsnæði sitt, af því það auðvitað erfitt að finna húsnæði núna á höfuðborgarsvæðinu. En þetta jákvætt, og svo auðvitað
líka alls konar sem benda til þess að nemendur af erlendum uppruna upplifa mismunun og það til dæmis að 48% nemenda svöruðu því játandi að þau hafa orðið fyrir fordómun og 34 nemenda hafa séð eða heyrt fordómafulla framkomu gagnvart öðrum nemendum með erlendan bakgrunn. Og það líka áhugavert og ég benda til þess að 16% segja ég veit ekki þegar þau voru spurt hvort þau hafðu orðið vitni af fordóm eða kannski koma fyrir fordómun. Þannig að það líka svona áhugavert að spá í því af hverju það og svo þegar var spurt hvaða fordóma, hvernig þau hafa orðið fyrir fordóm, þá var langt algengast að fordóma beinist á tungumáli og 62% sagði að þau orðið fyrir fordómum varðandi tungumáli og svo var þjóðernisuppruna og svo voru líka eitthvað sem upplifa fordóma vegna menning, húsliður, trúarbragð og líka vegna samfélagslega stöðu sína. Þannig það alveg stór hlutfall sem hefur upplifað verið fyrir fordómum. Så þegar var spurt heilsa, þá taldi 23% andlega heilsa sína slæma og 31% sagði að þau glíma við einmanaleiki. Þannig að það vantar kannski svo lítið tengs inn í háskólasamfélagis og það benda líka til þess að við sjáum að 70% langar til að vera virkari sagði að þau vildi gjarnan vera virkari í félagslífi háskólans. Og 41% sagði að það hafi enga íslenska vini og nú líka auðvitað þurfum að hafa í huga að það einhverjir sem kannski nýkomin til landsins líka. Það tekur tíma að finna vínir og svoleiðis en samt þetta eitthvað sem við bara þurfum kannski að hugsa og 45% sagði að þau sjaldan eða aldrei verið boðið í hópavinnu á öðrum nemendum. Og það nefnilega eitthvað sem líka við háskólakennari og líka almennt þessi hópavinna. Ég hef líka heyrt það frá í Vestölum að til dæmis fólk upplifa þegar það jafnvel anerkennt öðurkynslu innflytjenda, sem sagt fólk sem fæddist á Íslandi og kom hingað mjög ungt, að þau upplifa að þau verið ekki boðið í hópavinnu út af þau segja með erlend nafn, að fólk hugsa kannski að þau tala ekki íslensku. Og það kannski fólk sem bara hafa íslenska sem móðurmáli og það kom fram í Vestölunum líka sem einmitt mikilvægt að hugsa það. Ég veit ekki hvað það svona, en svona, og fyrir þetta tölur lítið svona skritti á, en það svona við sjáum að þetta kannski bara halda bara áfram hér, en það sem jákvætt að 80% nemenda ánægð með eigin námsframvindu og 67% sagði að þau fá góða leiðbeiningar frá kennara námsefni og verkefni, þannig að við vitum þá að það skipti gríðarlega mikið máli að þau fá stuðning, að þessi stuðning til staðar frá kennarunum og það líka eitthvað sem við sáum í Vestölum að nemenda af erlendum bakgrunn og þá líka að tala fólk eins og ég sagði sem kom hingað mjög ung eða fædd á Íslandi. Þeir hugsa hversu mikið kröfu gera til íslensku kunnáttu eða hvort stuðning í boði til dæmis þegar þau ákveða að hugsa hvað þeim langar að læra. Og það dæmi til dæmis, ég tók viðtal við aðila sem var að hugsa kannski að fara í lögfræði og fannst að íslenska, það gett kröfu til íslenska kunnáttu sem hún fannst bara að hún hafði ekki nægin stuðning heima frá foreldrum til dæmis til að stuðja henni til að vera í lögfræði og ákvað svo að fara í námslínu og fara að læra eitthvað annars sem hún var að hugsa, það kannski meira velkomin og meira í rauninni tækifæri til að tala svona alls konar íslensku. Þannig að hún ákveð að fara ekki í lögfræði, þannig að það kannski eitthvað sem við þurfum að passa sérstaklega í námstímum sem fólk finnst erfitt að hafa þá kannski enn meira stuðning fyrir fólk sem hafa ekki íslensku sem móðurmáli. Þetta bara líka kannski eitthvað sem við þurfum að hafa í hug. Og svo þetta svona auðvitað allaf gott, frábært að hafa þessi tölur og á sama tíma
mjög dýrmætt og gott að geta einmitt líka að vísa í og skoða vistölin og þessi eiginleika bara reynslufólk og fá innsýni þeirra heim. Langar benda á í bókakapli sem er núna í ritrinni sem ég skrifaði ásamt með Rafnhildi Kvaran hjá Háskóla Íslands. Það sem við erum að vísa í nota djúpvistöð við kvótaflóttafólk frá Sýrlandi og Írak sem eru svona milli 20 og 30 ára og búa eða hafa búið á landsbygdinni á Íslandi. Og það svona vorum við hugsa, þetta fólk sem er ekki komin í háskóla, þetta við erum þessi meginlega könnun sýnir reynsla fólk sem nú þegar stundar háskólanám. En hvað með fólk sem kannski hugsa hvað ætli að gera næst, ætli að fara í háskóla, ætli að flytja, sérstaklega ef þú býð ekki í Reykjavík, ætli að flytja til Reykjavík og svoleiðis. Og svo var til dæmis, ein vistar það sem kona sem við töluðum sem við köllum Jasmín sem er 22 ára sem býr á landsbygdinni og hún einmitt búin með menntaskóla og vinna og safna pening til að fara í háskólanámi og rannsaknir segja þú ætla að safna og þú stefna á að fara áframhaldið í nám. Já, men langar að safna til að geta fara til Reykjavík, flytja af því það mjög dýrt núna aftur húsnæðismál, bara hús og svona, ég get ekki verið einn í Reykjavík. Svo segir hún líka að mamma og bróður hennar myndu koma með til Reykjavíkur, þannig að alla fjölskyldur þarf að flytja til Reykjavíkur og það er svo erfitt að finna húsnæði. Og svona framtíðarplan, þá segir hún, Jasmín, ég er búin að segja, mér langar að tólka, mér langar að hjálpa fólki, og sem geta ekki tala íslensku og fólk líka tala ekki arabisku, bara tólka hérna á milli. Þannig að hún vil nota sína þekking, sína tungumálakunnáttu og vinna og nota það í vinnu og svo líka hún hugsa að læra lögfræði. Og svo spurning spurt út hvort hún hafi fengið einhverja stuðning. Þá segir hún í rauninni, já, hún spurt einhvern sem geta hjálpað ykkur þá að gera þetta plan eða í Reykjavík að plana skipuleika næsta skrif og hún segir rauninni bara þetta bara ég og fjölskylda minni ég get bara hugsa sjálf, ég bara hugsa sjálf og skipuleika þetta þannig að vantar hún ekki með í rauninni stuðningar einhver til að leita til að stuðja þessi stóru ákvörðun stóru skrif að fara í háskólanámi og svo eitt sem fannst áhugavert af því ég hef verið í HA í svo langan tíma og mikið svona hugsa fjárnámi og svoleiðis að innan þessa hóp flóttamanna þá finnst mér að vera í fjárnám sýnist ekki jú það möguleiki en kannski ekki eitthvað sem þau eru að stefna á sem líka bara áhugavert að skoða það hvort það kannski þau fá kannski aðeins meira upplýsingar aðgengi að fjárnámi En þetta svona, við þurfum ekki að gleyma að hugsa nemendur sem ekki komin inn í háskóla að sjálfsögðu og svo bara til að líka vera með jákvætt dæmi að segja konan sem við köllum Reim hún vinna í leikskóla það er svo margir af erlendum sem vinna í leikskóla út allt land í rauninni og segja aðstóra leikskólastjóri rosa góða fólkið þau eru að hjálpa mér og þau eru að segja þau eru dugleg í íslenskunni viltu ekki sækja í háskólanum og hún sagði já ég veit það ekki og hún sagði nei þú talar mjög góða íslensku og svo í lokin segir hún bara já bara ég byrjað í háskólanum þannig að þessi einstaklingar innan menntakerfins á öllum á framhaldsskólastigi til dæmis og líka í yfirmenn fólk sem í vinnu og svoleiðis geta haft mikið áhrif á einstaklingar og þeirra bara þeirra lífið í rauninni við þurfum ekki að gleyma því Þannig að til að vera með stutt svona samantekt í lokin þar sem ég get tekið þetta ennverki í vinslu þá bætt upplýsingagjöf fyrir þjónusta einnig á landsbygdinni þá með talið með ungmenni líka á framhaldsskóla, ungfólk á framhaldsskóla, eldri sem að stefna eða kannski búin að vera í framhaldsskóla, fjárhagslega stuðninga og ráðgjöf það eitthvað sem vantaði erlendum nemendum sem komin í háskóla
og efling félagslega tengsla og til dæmis með betra aðgengi að stúdentafélögum og félagsstarfi og það auðvitað líka bara kannski krefjandi verkefni og það er eitthvað sem eins og kemur fram í könnun, það voru 70% sem sagt þau vildi vera meira virka í félagsstarfi. Þannig að hvernig náum við þetta fólk inn í félagsstarfi, ég veit til dæmis að SAA og RG gera bara frábæra hluti og til að ná líka til fólks af erlendum uppruna. Og svo viðbragðsáætlana til að bregðast við fordómum og stuðla að öruggu námsumhverfi. En til að svo í lokin langar mér að benda ykkur á að skýrslan sem staða og upplifun nemanna með erlendum bakgrunn uppruna háskólum, hún aðgengileg á vefsíðu HÍ og höfundur Jóhanna Martinkowska og þetta bara mjög áhugavert skýrsla, mjög áhugavert plagg. Þetta QR-code leiðir til á ensku og líka á íslensku. So if you couldn't follow me in Icelandic, you can read this report in English. Og þannig að við erum að vinna áfram í þetta og bara, þetta auðvitað bara byrjun í þessari vinnu. Þannig að takk fyrir mig. Ég seti bara aftur. Kæra þakki, Lara. Þá er komið að síðasta erindinu í dag, en það er umsjón Sigríðar Guðmundsdóttur, Karinar Öldu Mikaelsdóttur og Katrínar Elvu Ásgeirsdóttur. Síðasta haust var diplómanám fyrir fólk með fjölþættar stuðningsþarfir sett á laggirnar við HA. En Sigríður er verkefnastjóri námsleiðarinnar og þær Karin Alda og Katrín Elva stunda það nám. Það ætla að segja okkur örstutt frá námsleiðinni sem og upplifun sinni af náminu. Nú verður Valli að galdra. Er ekki svo er það bara örvartakinn hérna. Ég byrja. Já. Bara kynnum okkur hérna fyrst. Ég heiti Karen. Og ég heiti Katrín. Og ég heiti Sigríður. Hvað ég byrja? Nei, Katrín. Já. Heyrist ekki bara þó við séum svona steppar? Ok. Já, let's go. Þetta er nám sem hófst síðastlega haust og við erum 4 stelpur sem byrjuðu í þessari nýju námslínu við HA og við erum hér enn. Er það ekki, Karen? Jú. Þetta er þróunarverkefni 3 háskóla, Háskólanum á Akureyri, Háskóla Íslands og Listaháskólanum á Íslandi. Diplómanámið er til 2 ára og tökum við 3-5 eininganámskeið á hverju misseri. Námskeiðin eru skyldunámskeið innan iðjuþjálfunarfræði á fyrra árinu okkar, síðan koma valnámskeið innan iðjuþjálfunar og kennarafræða á seinni árinu. Á hverju misseri eru við diplómanefndir einnig í námskeiði hjá henni Siggu, þetta er Sigga hennar, til dæmis í eflandi samvinnu og nema og starfsnámi. Karen. Ok. Katrín myndist hér að ofan að námskeiði eflandi samvinna nema og mig langar að segja þess meira frá því. Námskeiði er samstarf og samvera með samnemendum á öðrum brautum, svo kallaðar námsfélagar. Það að vera námsfélagi þýðir á meðal annars að aðstoða diplómanema við námið, eiga samverustundir á bókasafni eða í matsal, veita stuðning við að taka þátt í félagslífi skólans. Einnig eru flestir tímar með umsjónarkennara námskeiðsins þar sem allur hópurinn hittist og vinnur að ákveðnu viðgangsefni, til dæmis verkefnavinna tengt samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Góð reynsla af þessu samstarfi og sterk
ósk frá flestum diplómanemendum að námsfélagar séu alltaf í boði. Markmið þessa náms eru að auka aðgengi fatlaðs fólks að áframhaldandi menntun eftir framhaldsskóla lýkur. Komið þetta hérna. Oh my god. Áherslu að undirbúa nemendur fyrir störf á almennum vinnumarkaði. Undirbúa nemendur til þess að taka þátt í réttindabaráttu fatlaðs fólks. Ok. Og hér má sjá myndband þar sem diplómamenn segja frá upplifun sinni og reynslu af náminu. Á ég til að koma því á stað, átti ég að íta öðruna. Á ég prófa? Hvers vegna vilt þú stunda háskólanám? Af því að mér langar að pröfa eitthvað nýtt. Af því að mér langar svo að læra meira, komast í háskólan og komast út úr þægindarammanum. Ég sá tækifæri í að ég geti kannski komist nær af mínum markmiðum sem að mér langar að gera í framtíðinni. Ég hef alltaf haft áhuga á að læra en aldrei einhvern veginn fengið svona stórt tækifæri eins og núna að fara í háskóla og bara, já. Af því að mér fannst þetta spennandi. Bara gaman að læra eitthvað nýtt. Hvernig sérðu fyrir þér að háskólanámi nýtist þér í framtíðinni? Það myndi hjálpa mér eins og hvernig á að vera, hvernig ég get beitt röddinni minni ef einhver barn væri það mjög reitt, hvernig ég á að beita því. Það sem að mun hjálpa mér að reyna að róa barnið niður með það að tala bara eðlilega og rólega. Það sem mér langar að vinna við, það er sem sagt, mér langar að vinna sem sagt með fötluðum og þeir sem glíma við alkoholisma og ég tel að námið nýtist mér þannig að ég læri meira að hvernig á að meðhöndla fólki rétt og bara eins og ég sagði áðan einhvern veginn að læra einhvern veginn hvernig á að tala rétt við fólkið. Mér finnst það skipta rosa miklu máli. Ég verð kannski frekar opnari að vilja tala við fólk og þóra að prófa nýja hluti. Getur þú nefnt dæmi áhugavert viðfangsefni úr einhverjum af þeim námskeiðum sem þú hefur verið í? Samskipti og fagleg tengsl, hvernig á að beita líkamstjáningu, eins og ef ég gerir svona og er að tala við skjólstæðinginn, þá mun það ekki passa. Ef ég gerir bara svona slakandi, þá er að sýna miklu áhuga við skjólstæðinginn. Mér fannst mjög áhugavert að læra í einu námskeið að þá vorum við að tala hjálpartæki og svona hvernig maður á að beita sér rétt og maður hefur aldrei pælt í svona hlutum og mér fannst það mjög áhugavert einhvern veginn að læra hvernig maður á að beita sér í alls konar verkefnum og ef ég er að þrífa heima og þá einhvern veginn, já, ok, ég á ekki að vera svona og ég tók rosa eftir því, sko. Getur þú gefið Háskólanum á Akureyri einhverjar góðar ábendingar eða ráð varðandi nám fyrir alla? Til dæmis með fötluðu fólki, eins og með einhverfa. Sumir einhverfir vilja fá bara allt á hreinu, skipuleggja sig þannig að það myndi halda smá fund og ræða áður en þegar skólinn er byrjaður að fá námsfélaga. Hvað er námsfélagi? Námsfélagi er
nemandi sem kemur af öðrum brautum og hjálpar okkur með námið? Að ef einhver kemur nýjir inn, að verða valda öryggi til að fá námsfélag við alla önnina, til að vera alveg öruggur að myndi fá meira aðstoð, hafa alla önnina líka. Sko, mín reynsla á háskólanum rosa góð. Það mætti alveg vera, af því það mikið félagslíf í háskóla, það mætti vera meiri stuðningur fyrir okkur og svona meiri kannski svona leiðsögn, þú veist, hvað stúdentafélagið gerir, eða þú veist, hvað bara viðburðir og alls konar. Ég myndi vilja að námsfélagi væri meira nýttur í náminu. Alltaf í boði ef að það væri hægt. Þið kemur svona skemmtilega hérna fyrir neðan. En hvað það sem að styður við námið? Og það annars vegar samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. En markmið samningsins að efla, verja og tryggja full og jöfn mannréttindi og grundvallar frelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við aðra. Samningurinn felur í sig bann við hvers kyns mismunun á grundvelli fötlunar og að fötluðu fólki sé tryggð jöfn og árangursrík réttarvernd. Og í 24. grein samningsins þá kemur mjög skýrt fram að bara réttur fatlaðs fólks til menntunar á öllum skólastigum og þar með talið háskólinn. Nú í stefnu Háskólans á Akureyri þá kemur skýrt fram skilyrði fyrir jöfnu aðgengi að námi og að hér í okkar skóla sé fjölbreytt og inngildandi háskólasamfélag og okkar nýja námslína, diplómanámið, sko aldeilis hluti af því. Svo bara mjög hollt og gott fyrir okkur öll að hugsa það hvort háskóli sé fyrir útvalda eða hvort það sé fyrir okkur öll. Og hvort að háskólanám sé einungis fyrir þá sem eru verðugir til að vera háskólanemar. Og þá getum við velt fyrir okkur hvað að vera verðugur háskólanemi. Eða möguleiki að háskólanám sé eðlilegt framhald af öðrum skólastigum. Við förum öll í grunnskóla og mörg fyrir í framhaldsskóla, en hingað til þá hefur háskólinn verið lokaður. Nema fyrir sunnan, þar hefur þetta nám verið í tæp 20 ár, já. En við erum að byrja hér í Háskólanum á Akureyri og við vonumst, við sem erum þátttakendur í þessu þróunarverkefni, vonumst svo sannarlega til þess að þetta sé komið til að vera. Við ætlum ekki að fara. Háskóla á að vera staður þar sem fólk getur haldið áfram að vaxa, dafna og blómstra, óháð fötlun eða færni. Ég ætla að halda aðeins áfram með það, gestir. Já. Hverju geta sótt í diplómanáminu? Það eru sérstaka kröfur. Það eru kröfur framhaldsskólapróf af starfsbrautum og eða símenntun. Það eru sérstaka kröfur að hafa áhuga á að stunda nám og starfsreynsla kostur. Þeir sem að uppfylla almennar kröfur fyrir háskólanám, þeir geta ekki sótt á diplómalínunni. Lögð sérstök áhersla á námið sé inngildandi en ekki aðgreinandi. Til að ná því mikilvægt að öllu jöfnu sé ekki búin til ný námskeið, heldur taki nemendur diplómanámsins þátt í sömu námskeiðum og aðrir nemendur. Námið blandað á lotum, fjarnámi og starfsnámi. Nemendur stunda nám samhliða öðrum nemendum. Hæfniviðmið og námsmet einstaklingsmiðað. Við lærum á Canvas, í lotum,
í verkefnatímum með stuðningi verkefnastjóranna og í samstarfsnámi. Starfsnámi, já. Nú, við útskrift þá fá nemendur í hendur diplóma sem staðfestir að þeir hafa setið og lokið námskeiðum og starfsnámi. Auk þess sérstakur viðauki þar sem fram kemur sú hæfni sem nemandi býr yfir. Þannig að, já. En við útskrift það veitir ekki réttindi til áframhaldandi náms innan háskólans. Og hér bara má sjá svona drauma frá 2 diplómanemendum og bara hvers þeir óska eftir að háskólanámi lýkur. Hér segir Karin að ég að reyna að komast nær því sem mig langar að gera í framtíðinni, en það að vinna með fötluðu fólki sem með alkohólisma, því mér finnst vanta úrræði og mig langar að koma einhver á stað ef ég get, til dæmis einhverju svona jafningarstuðningi. Þetta frá Rósu. Ég sóttist að komast í háskólan af því mig langaði að vinna með börnum sem eru með svipaðar fatlanir og ég. Hafa svipaðar reynslu og ég. Svo ég búin að læra mikið á tölvu, Canvas og alveg helling á gervigreindina. Og það hefur hjálpað mér alveg rosalega mikið. Bara mjög gaman að forvitnast hitt og þetta. Daginn var ég til dæmis að lesa frétt sem ég skildi ekki og nógu vel og setti það inn í gervigreindina og bað auglesi mál, þá skildi ég fréttina. Og svo það reynsla námsfélag. Ég sé hérna einn námsfélag í salnum vel, hér má sjá upplifun og reynslu námsfélaga diplómanemenda, en það voru námsfélagar fyrir áramót úr iðjuþjálfunarfræðum. Ég tel að með þessari námslínu sé verið að skapa fjölbreyttari nemendahóp sem eykur tækifæri til þess fjölbreyttara samfélags innan skólans. Ég fæ tækifæri að efla samskiptahæfni mína, fagþroska og sjálfsþekkingu. Ég hef lært margt gagnlegt á því að vera námsfélagi og vona að ég hafi sama skapi gefið af mér. Að fá að fylgjast með nemendum vaxa og dafna hefur verið mjög gefandi og minnir mig á hversu mikilvægt það að skapa umhverfi þar sem allir fá að njóta sín. Þetta tækifæri hefur þroskað mig sem manneskju og gefið mér nýja sýn á lífið. Og hér má sjá sýnishorn af þeim fjölbreyttu verkefnum og viðfangsefnum sem að diplómanemendur takast á við hverjum degi. Og það ekki bara að vera grúska í námsefni og fara yfir glærir og hlusta á kennara, heldur eru líka bara að fá aðstoð frá starfsfólki í háskólans, tölvunafræðingum, þeir eru svolítið góðir vinir okkar, frá bókasafnsfræðingum og starfsfólki á bókasafni og frá námsráðgjöfum. Og það þarf að læra á þetta margslungna tölvuumhverfi, Canvas, fara inn á ugluna, tölvupóstinn, það sífellt að koma upplýsingar inn, taka þátt í lotum og taka þátt í alls konar hópavinnu. Þannig að það eru alls konar, við erum eiginlega að taka ný skref á nánast hverjum degi. Erum við þá ekki bara, ég verði eiginlega að segja, veistu, svo flott hérna, þá ekki bara bent. Þessi hérna mynd, þetta bara fyrsti dagurinn sem hér var bara verið að setja skólan. Svolítið spenna í gangi. Okkur finnst þetta, stutt síðan, langt síðan? Stutt. Ja.
að finna við að ég var svolítið sein á þess að því ég byrjaði að sigla og ég var bara svona, ég ætla að keyra rólega. Svo hugsaði ég mér bara, ég hef allan tíma svo hugsaði ég mér, shit, ég var að mætt. Ég hef þetta GFI til þess að vera mætt á 9 mínútum. Já, ég alltaf þarf að minna siglfirringin okkar á að keyra rólega þegar hún að koma til okkar í verkefnatíma eða í lotur. En ég held hún fari ekkert eftir því hvað ég að segja. Stundum á því. Já, stundum. Ekki þarna. En já. Aðeins meira. Að þetta eru mikilvæg punktar sem koma núna. Að lokum viljum við að einlægni virkilega þrýsta á að þetta þróunarverkefni verði á raunveruleika hér í háskólanum og diplómanámi verður partur af framboði háskólans í framtíðinni. Við óskum þess, þetta stækkar. Já. Okay. Við óskum þess að hverju ári geta fatlað fólk, þar á meðal fólk með þroskahömlun, átt mögulega á því að sækja í diplómanámi fyrir fólk með fjölþættar stuðningsþarfir. Takk fyrir okkur. Takk. Jú, þið megið gjarnan setjast. Takk kærlega fyrir, þetta var frábært innlegg. En núna ætlum við að bjóða upp á spurningar og umræður. Hann Sigurður þurfti því miður að fara í kennslu, en þið getið spurt hérna úr sal, en ég vil líka minna þau sem eru í streymi á að ekki er hægt að spyrja inn á YouTube, einungis inn á Zoom. En þá bara megið þið gefa mig merki ef að þau vilja fá orðið. Hún Hildur ætlar að sjá spurningar á streymi. Mjög góð að kasta þessu. Það sannaðist vel þarna á mánudaginn í gær. Einhver sem vill fá teningi? Ertu stressaður? Nei, takk fyrir þetta. Það er frábært að fá að hlusta á ykkur. Ég er alveg með slatta ef enginn annar spyr, sko, en ég ætla bara að byrja á einni. Lara, mér langar til að spyrja þig hvort þú teldir að þessi krafa eins og í íslenskum háskólum og það sem við erum að upplifa er þessi krafa hið fullkomna form. Það er að segja að verkefni sé, það er stafsetning og það er uppsetning og að þetta sé einhverju marki þröskuldur fyrir háskólanema eða einstaklingar sem langar í háskólanám, að fólk sé setja þetta fyrir sig, að fólk sé hrætt við íslenskuna í háskólum og þá hvort það sé raunverulegir möguleikar fyrir þessa nemendur sem að vilja fjölbreytt nám að stunda þetta nám á íslensku með þessar kröfur uppi. Darf ég íta? Núna? Já, frábært. Takk fyrir, þetta var góð spurning og ég á í rauninni bara ekki eina svar með þessu út af því að mér finnst ef við tala með nefnum með erlendum bakgrunn, auðvitað getum við þá sagt þið þurfum kannski að fá auka stuðning við því að tala góða íslensku og svo það bara til að bara læra að tala íslensku betra en á sama tíma finnst mér það líka svo mikið svona það er svo gott að tala móðurmáli sín vel. Og það til dæmis hafa búið erlendis í nokkrum ár. Ég stundum að missa þýskuna mína svo lítið. Og ég bara gleymi stundum orð. Og það svo líka það er dýrmætt að tala fyrir Íslendinga, að tala góða íslensku. Mér finnst það svona, og þess vegna ég vil ekki segja að ég vil geta minna kröfu til íslensku kunnáttu fyrir til dæmis fólk sem að fara í lögfræði. En kannski undirbúning, bara diplóma, kannski til að undirbúa auka stuðning, þjónustu, ritvél, bæði hér í HA og í HÍ með bara alls konar stuðningsatriði sem það getur leita til. Ég frekar sjá mér svona verkefni, frekar að segja, við getum ekki kröfu til góða íslenski, en á sama tíma auðvitað getur bara kennara það er svo ég segi alltaf til dæmis að vera gott að vera með tungumálastefnu í kennsluáætlun fyrir kennara sem stefnu. Það ég meina,
námskeið á íslensku en leyfileika skilaverkefni til dæmis á ensku. Það líka svona eitthvað sem bara stuttar þig ekki, en bara aðeins að bara tala þetta kannski eins og við tölum nú í dag kannski gervigreind í fyrsta tíman, fyrsta viku, gervigreindarnotkun líka tölum aðeins tungumálið, sérstaklega ef kennarinn veit að það fjölbreyttir hópur. Þannig að það alls konar svona sem hættir að gera. En ég vil bara líka segja, og ég ekki að segja bara, já, það líka gott að vera hjálpa fólk að tala góða íslensku til næst. Já. I forgot to mention, if you want to ask a question in English, that is also very welcome. Einhverjar fleiri spurningar? Þú heldur bara áfram með það, Guðbjörn. Ég með fleiri, sko. I'm sorry that Sigurður had to go, because I have had a question that was kind of like a mixture between him and Lee. I was wondering about, because both of you were talking about values, university values, and the importance of, like Sigurður talked about how universities are kind of, the importance of universities being able to instill certain values within their students. And I got thinking about that while you were having your talk, Lee, about the values that are maybe connected to inclusion and openness around gender and sexuality. And I was just wondering whether you thought it's important that universities are open and advertising about those values. Because I think a lot of us realize that, I mean, in Iceland we have these two, at least, well, we have more, but we have these two public universities that, even though people don't really talk about it that much, they still have different values within their teaching and within their departments. Do you think it's important that that universities are open about which values those are and maybe approach them more democratically? I think definitely, because for marginalized groups, and especially when people are coming here from other countries, which is a very big part of the students at Háskólinn á Akureyri, it's something where unless it is openly displayed, people may not feel comfortable to ask about it or may assume the negative just because that is the safest way for them to navigate the world. So if you are proposing a project that you know might be controversial or viewed with difficulty, or if you have an identity that you know people might react to negatively, often you are prepared for the world to face you with those microaggressions. And so unless you are seeing an open and active and positive impression of messages of inclusion, then you may assume that the environment will not be inclusive just because that's the best thing to plan for. That's the most practical approach. And also, I think in a lot of cases, there are a lot of universities where, not just universities, but public institutions and schools where the values are stated, but they are not acted upon by the administration or the faculty. In the sense that students would have to bring forward issues or advocate for themselves. And so if a university feels that that's not the case or that they are ready to support students, then I think they would need to be open with it, because having supportive and inclusive values and having a commitment to them that is more than just the words themselves is, unfortunately, I think, kind of unusual still in post-secondary institutions, and so it's necessary to promote and actively make people aware of that so they can make use of it. So inclusivity is an afterthought most of the time. Yeah, well, as you could probably tell from my perspective and the way I take on aspects like sexuality and gender, I think often we put inclusivity up as a choice when we should be talking about exclusivity, or excluding those groups is actively a choice. Einhverjar fleiri spurningar? Ég grínaðist með það að ég hafi verið beðin að vera fundastjóri því ég spyr svo mikið. Ég er vona að þið takið við. Gerðarlega ein spurning viðbót. Takk fyrir, virkilega gaman að hlusta hérna á okkur. Ég heiti Sara og mér langar að spyrja Katrínu og Öldu
hvort það skipti þær máli að geta sagt að þeir séu háskólanemendur og hvaða máli það skiptir, ef það skiptir máli. Ok. Já, það einhver svona titill einhvern veginn að geta sagt, já, ég í háskóla, þú veist, að því maður kannski bjóst ekkert við því að fara í háskóla, ég átti ekki að vona því, sko. Þannig að, já, mér finnst það skipta máli. Ég var svona. Ja. Þetta hefði bara verið draumur síðan ég var barn, skilurðu, og ég hef alltaf horft á vini mína fara í, háskóla, og þegar ég sá þetta, þá var mér basically ítt til þess að sækjum, af því ég ekki þann típa bara, að sækjum, og þegar ég hitti Siggu og Söru, þá var ég bara, ég er farin að svitna, maður. Ég var svo stressuð af því þetta er bara mikil draumur, og ástæðan að geta sagt að ég sé í háskóla, það er bara svo mikið forréttindi. Ég hef alltaf getað lært, og með mína þroskahömlun, og fá spurningu, ertu að fara í háskóla, og þá segir maður, maður sagði alltaf nei, en núna get ég sagt já, og fólk er að samgleðast með mér. Svo mér finnst þetta geggjað að við erum sem komnar og við erum hérna ennþá. Einhverjar fleiri spurningar? Þá ætla ég að fá að spyrja. Mér langar að spyrja ykkur, Sigríður, Karen og Katrín, hvernig geta nemendur skólan stutt við þessa námslínu? Hvernig getum við gert betur í að styðja við þennan hóp innan félagslífsins? Já, gerum það, endilega. Þetta er bara mjög góð spurning, af því að það kom skýrt fram hjá Karen og okkur með að það er svona kannski það sem að við þurfum að fara að einblína meira á með virkari þátttöku í félagslífinu, en við eigum von á stúdentafélaginu í bara heimsókn í tíma til okkar, og það er ein leiðin. Og það eru 2 á leið á árshátíð, og stúdentafélagi er búið að vera, er það ekki rétt hjá mig, Karin, mjög hvetjandi og í samskiptum við ykkur varðandi það. En hvað getur skólinn gert meira? Ég er með rosa góða reynslu af stúdentafélaginu, bara ég fekk bara aðstoð, eins og með ásatíðina, ég fekk rosa góða aðstoð, og já, þannig að ég er ekki með neitt einhvern veginn í huga akkurat núna. En þið voru með, til dæmis, það var líka vangaveltur bara hvernig, eins og að taka þátt í fleiri viðburðum, og eins og þú, Karen, eins og með áfengislausa viðburði, þú ert búin að koma með þá ábendingu, af því það er svo oft áfengi sem er í boði með viðburðunum. Já, mér finnst mætti stundum hafa áfengislausa viðburði, til dæmis, og já, hann að ég einhvern veginn, ég veit ekki. Þú komst með þessi áleiðis til rektors og rektor áleiðis til stúdentafélagsins. Já. Þessari ábendingu. Já. Mætti spyrja ykkur bara líka, að því nú erum maður tengdur stúdentafélaginu. Að því að þið töluðu námsfélaga. Já. Sem finnst bara mjög spennandi og skemmtileg hugmynd. Myndi það vera eitthvað sem að, þú veist, svona sambærilegt nema í kringum félagslífið, eitthvað svona... Já, alveg, já, það gæti bara verið mjög gott einhvern veginn ef maður með
námsfélaga að hann kannski viti eitthvað félagslífi og getur kannski hjálpað okkur að komast nær einhvern veginn. Það væri til dæmis bara mjög gott. Óskum eftir námsfélögum, eða ekki? Já, við óskum eftir. Við auglýsum eftir. Ég vil segja frábært að enda á þessari auglýsingu. En formlegri dagskrá lokið, en ég vil nýta tækifærið og benda ykkur á að síðasti viðburður jafnréttisdaga á vegum HA á morgun. Þá fer loftið hlaðvarpsþáttur fjölgun karla í hjúkrunarfræðinámi og hann verður aðgengilegur inn á heimasíðu jafnréttisdaga. Þá segi ég bara þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Verið sæl.